heyrist hátt í henni Glóríu núna? Er þetta bara heyrnartólin mín sem eru of hátt stillt eða hvað er að gerast hérna? Það bara þessi tíma mánaðan séu þér kallið minn. Nú, þar sem ég heyri herra? Já, heyri herra, það bara á það til að gerast. Já, hún sér það. Já, kæru hlustendur, kæru áskrifendur, það Pingjan. Addi og Iddi. Já, það búið að vera spæk í áskriftu núna og við viljum hvetja ykkur að sjálfsögðu til að dreifa boðskapnum. Ég held sér bara stuðningur. Fólk veit hvað við erum að gangi í gegnum. Já. Vinur okkar þykjast ekki þekkja okkur í partíum. Já. Því að það er verið að tala gegn ársreikningunum. Já. Fólk vill að við hættum þessu. Já, fólk vill að við hættum. Ég meina, það eru stofnanir sem eru pirraðar yfir að við erum að tala um fjármálin, sveitafélög, fyrirtækiseigendur. Já. En hér stöndum við Já, ég meina þetta eru bara opinber gögn eins og ég margótt sagt. Það er ekki takt að banna, það er tjáningafrelsi í þessu landi. Og ef ekki væri fyrir þennan þátt og áskrifundur, þá væri við örugglega bara farnir undir. Já. Þú í jailið og ég í útlegð. Já, ég er bara ekki spurning. Ég meina þið eru að halda okkur á floti, kæru hlustendur, kæru áskrifundur. Þökkum kærlega fyrir það. Styðjum íslenska fjölmiðlun. Styðjum bara umræðum íslensk fjármál. Herri, þó séu umdeilt. Þau eru umdeilt að margra mati en þetta er mikill feluleikur oft á tíðum og menn ganga með fram veggjum í þessum efnum. Það er ekki ólíklegt að eftir þennan þátt þetta getur verið okkar síðasti. Er það? Já, við erum að fara yfir Havari sko. Svona óvænt. Já, það var nú ekki kannski beint að sjá svona ársreikningnum sko, eða þú veist. Nei. Svona efst á yfirborðinu. Nei. En við skulum bara sjá hvert þetta leiðir okkur. Ég er hérna með 10 ársreikningar fyrir fram mig. Já, þú tókst 10? Nei, bara svona, maður er alltaf með einhverjum svona skýringar svona aftur í tíman. Já. Þú veist, ég er ekkert að rekja söguna beint hérna, þú kannski ert meira með það. Það er, eins og þú segir, ég veit að það var eitthvað Havari þarna í kringum þetta. Já, þið eru að hlusta á seríu 17, Erindrekar Satans. Erindrekar Satans. Við látum allt flakka og erum bara, eins og þetta heitir á ensku, Devil's Advocate. Við erum svolítið að líta á hérna hlið penningsins. Það hefur færst yfir okkur vígamóður. Já. Við erum komnir til að hvað segir maður? Víja. Við erum vígbúnir. Vígbúnir, einmitt þá. Erindrekar Satans. Heyrðu, það eru 3 rannsóknarspurningar dag eins og áður. Númer 1, hvað er cash per store? Já. Ekki spurning, tekjur cash per store. Hvað liggur af handbæru fé í hverju búð? Hverju sinni? Þessi kemur frá hlustanda, hún er þung. Það er ekkert sérstaklega mikið per búð hér, sko, en við skulum komast að því. Það verður einfalt að svara þessari rannsóknarspurningu. Þau hafa verið í acquisition síðastliðin ár. Á hvaða valuation var Puzzled by Iceland? Já, það er reynda verðt að spyrja að því. Það er rannsóknarspurning 2. Og þriðja og síðasta spurningin, eru heildsalar almennt huldumenn? Já, það má alveg segja það, sko. Nei, ég meina, það var núna daginn, tökum lítið dæmi, Red Bull fer frá Ölgerinni. Já. Talaði þetta færist á aðra heildsölu hér á landi. Já. Hvað er heildsala það? Who the fuck is that? Já, þetta líkur allt á huldu. Og ég þurfti hvað ég segi maður, vaða eld og brennistein til að komast að þessu. Ég veit hvað heildsala tók það, Red Bullið. Já, viltu segja það núna? Ég verð bara drepinn. Það er það síðasta sem ég myndi segja. Þetta er nú orðið slæmt þegar menn eru hættir að þóra tjási. Ég myndi fá stein í minn dal, EHF. Ég myndi fá stein í minn dal. Já. Er það? Það er staðan. Ég verð drepinn fyrir þetta. Ég skil. Heyrðu, sko, við erum að taka A4 skrifstofu vörur, eins og að hét áður, sem að þú vissir ekki. Nei. Ég vissi samt að það er hins vegar ekki eftir að tala um A4 á þess að rekja sögu Egilsson EHF. Nei, einmitt. Sem að er líklegast með eldri heildsölum landsins ef þú horfir á nafnið, ekki kennitöluna. Já. Sko, við vonum aðeins að erindrekast í þessu, hefur ekki bara að byrja? Jó, þú mátt bara ríða á vaðið. Já, og ég verð með mjög mikla samþættingu. Ég hringdi í mig símtöl til að kanna. Það er mikið hrunár í þessu. Já. Hringdi í leikmenn sem voru þarna og þessu okkur verður fórnað sem peðum í þessu tabli ef við erum nafngreindir. Þannig að það verður engin nafngreindur. Nei, þeir kom ekki undir nafni. En sko, fyrirtæki Egilsson EHF er sölu- og þjónustufyrirtæki sem rekur sögu sína allt aftur til ársins 1939. Þegar forverið þess hóf starfsemi með innflutningi á Parker-pennum. Hefurðu kynnt Parker-pennana? Nei, eru þeir ennþá? Ég þekki ekki. Gangi það? Það er enda alltaf svona penna
dæmi inn í Parker A4 pennar, það kemur hérna. Já, jú, Parker, þú þekki logoið hérna, þú hefur nú séð þetta. Já, þetta er Parker pennar. Já, þú ert ekki maður mönnum Nei, gott ef ég hef ekki fengið þetta svona í fermingagjöf. Jú, það er bara staðfest. Heyrðu, Já, svona penna. ef við gerum pingjupenna, gerum það geggjari fermingagjöf. Já. Fermingagjöfin, já. Það er þetta áhugavert. Heyrðu, sko, það er sérstaklega tekið fram að þetta var stofnað heimskreppu árið 1939. Minnist þú þess að það hafi verið heimskreppa árið 1939? Já, ég nú, sko, var ekki 29? Jú. Já, sko... Heimskreppan er 29. Já, svo er það náttúrulega í aðdraganda, eða sko, í seinni heimstyrjaldarinnar, eða þú veist, þegar það var, hún var. Hér segir heimskreppa árið. Burt frá því, hann heit Sigurður Þrá Egilsson sem stofnaði þetta og hér segir þetta hafi verið fjölskyldu fyrirtæki frá upphafi. Þriðju kynslóð af bölvunin er eiginlega ekki boði og þó. Já, byrju sko, hann er þriðja kynslóð, sem sagt. Vandamáli ég á mjög erfitt með að rekja hvað þetta fyrirtæki er að gera fram til ásins 2000 á tímarit.is. Já, sko, Egill Þór Sigurðsson er þarna, er hann þriðji ætliður? Áttu við það? Þekki ekki. Nei. Þetta er maður, ég heldur búið á Nesi sko, þetta á nú að vera nágranni þinn. Já, við höfum nú talað um the third generation curse. Já, þriðju kynslóð af bölvunin. Já. Þannig að ég held að hún það sé búið að afsanna hana. Sko, þetta var heimskreppa 29 skilur, en svo er náttúrulega bara heimstyrjöld 39. Ég finn ekki, sko. Já, við erum strax byrjar að sitja, þetta er bara eins og stóð. Já, þetta er talað um kreppu árin 29 til 39. Já, það er hann. Mesti samdrátturinn var árunum 29 til 32. Þarna er maður sem bara sér bleka á blaði á þessum tíma. Það var þetta Parkerpenna til landsins. Sumir sjá ljós í myrkri, hann sá bleka á blaði. Heyrðu, sko, í dag starfa þetta fyrirtæki og rekur sig undir stærsta vörumerkinu A4. Egilsson EHF er sem sagt rekstraraðili A4. Þar segir, sko, nú er ég að samþætta. Það er ekkert í þessu lífi gott nema föst flétta. Og föst flétta er alltaf sambland af tveimur. Þú þekki það? Já. Það er fléttast í gegn. Sko, nafnið endurspeglar rætur félagsins í þjónustu fyrirtæki og einstaklinga varðandi skrifstofuvörur og ritföng. Það er að segja A4. Fyrirtæki starfar einstaklingsfyrirtæki á heildsölumarkaði og leggur metnað sinni að veita afburða þjónustu með djúpri þekkingu og vöruframbóði sinna helstu byrgja. Já, hún er djúp þekkingin þarna. Ef við förum núna til A4, þá segir hér að það megi rekja stofnun A4 aftur til ársins 1985 þegar söludeild Odda var opnuð og varð til fyrirtækið Oddi skrifstofuvörur sem þótti að fremsta hér á landi á skrifstofuvörumarkaðnum. Já, einmitt, það er markaður. Já, hvað heldur þú að sé svona make or break að vera fremstur á skrifstofuvörumarkað? Já, ég meina þú veist skrifstofuvörur, þetta eru stólar, þetta er skrifborð. Já. Þetta eru pennar. Sko. Það eru glerfitt að vera að selja prentar í dag. Það er allir í dokk og bit, ráðræn. Já, einmitt sko. Já, en þú veist, skrifstofu vörur er ennþá í gangi. Skrifstofuvörur.is Hver á það? Það er bara ég ætla þess ekki skrifstofuvörur EHF eða? Ég þekki það ekki. Sko, svo gerist það hérna að Oddi skrifstofuvörur kaupir fyrirtæki sem heitir Skólavörubúðin. Þetta er rétt fyrir hrun. Og þá verða þau fremsta skrifstofu, skóla, föndur og hann yrðar vöru fyrirtækið á landinu. 2007, því herrans ári, þegar þú ert 14 ára og byrjar að skoða ýmis síður sem við ætlum ekki að ræða hér, þá er fyrirtækið nafni JK Fjárfesting að kaupa 8 skrifstofurur og skólavörubúðina og býr til A4 skrifstofurur. 1. október 2007. Acquisition. Já. Hér fylgir síðan álit samkeppnis eftirlitsins frá 2008 að það sé ekki ástæða til að aðhafast frekar vegna samruna JK Fjárfestinga, MK Fjárfestinga, EIKO, Tarra EHF, A4 skrifstofuvörur og Fálkamýri EHF. Þarna var alvöru samruni. Hann var öfur, lóðréttur, samþjattur. En það var ekkert að þessu og Páll Gunnar skrifaði mér sér sjálfur undir þetta. Kæra hlustendur, já, það er nóg eftir að þessum þætti. En til að hlusta á restina þá verðið að fara inn á partus.is/pingjan. Hvað er mörg pí í þessu, Arnar? Ég veit ekki, ég þekki það ekki. 1490 krónur allavega fyrir að slást í för í pingjubandalagið. Og það er mikils að vinna þar. Það er verða fríðindi, það verða íventar og það verða viðtöl og allur fjandinn, ársreikningar.
Þið vil ekki missa því, þannig að allir ásendingaþættir inn á partus.is/pingjan og komið með okkur í ferðalag. Ekki orðum það mér.